Núna ætlum við þetta þétt yfir, hérna þéttir, það er strik hérna á honum, það er minni pinnin mínus, langi plus og eins hérna strik með mínus. Þannig að þessi minni pinni, hann fer hingað í 0 og svo þarf hinn að fara, það er að segja þéttirinn kemur sem sagt, bara hér á milli, bara svona og þetta er teiknað svona frá bogið niður, þetta er mínusinn hérna er plusinn, svona. Og þessi þéttir, hann tóri 63 volt og hann er 100 mikrofarad. Þeir þurfa að þola spennuna svona sinnum 2 allavega. Og þá er þetta bara svona og sjáum hvað getur skópinu, kemur þetta við. Sjáu þið. Og horfðu á ljósið á perunni. Það eykst. Minnkar, eykst. Og ég ætla að bæta öðrum þétti við, hérna, alveg eins. Hérna sem sagt, hleðst þéttirinn upp. Og svo afhleðst hann hingað og hann nær aldrei að fara í 0. Hérna hleðst hann upp og svo tekið af honum hérna. Og svo alveg að fara að tæmast hér, þá setja á hann aftur. Þannig að ástæðan fyrir að meira ljós, það eru miklu fleiri rafeindir sem fara núna gegnum rásina hérna. Af því að þéttirinn, hann er forðabúr og hann kemur með rafmagnið þegar það er ekkert rafmagn hér. Fyllist, tæmist á honum og fyllist og tæmist á honum. Þannig að ég vil svona bara sýna ykkur hvað þéttir gerir. Þetta er kallað filterþéttir eða gáruþéttir og hann geymir rafmagn og skaffar rafmagn þegar ekkert rafmagn, það er að segja á milli hérna bylgjanna.